Við ætlum að tala núna hlaðvörp eða podcast sem fyrirbrigði sem ekkert svo gamalt en áberandi í umræðinu og kannski miklu meira talað í podcastum heldur en hinum svona hefðbundnu fjölmiðlum og Rauðaborðið náttúrulega podcast en ég ætla að fá hingað sérfræðinga í podcasti sem halda úti í podcastum flestir. Þórarinn Hjartarson, Ein pæling, Gísli Freyr Valdirsson, Þjóðmál podcast og Guðmundur Hörður, þú varst nú einu sinni með podcast í eigin nafni, eða ekki? Jó. Já, þannig að þú ert podcast og þú kennir podcast. Ég gafst upp eða svona að reyna að finna eitthvað sniðugt nafn og bara hafa í mínu nafni. Herðu, takk fyrir að koma meira bara sem hobby heldur en okkur annað. Takk fyrir að koma það er náttúrulega óheyrilegt úrval af podcastum allan hámskótan en mér langaði aðeins að tala við þá sem eru svona að reyna að fjalla pólitík og samfélagsmál sem kannski líkt því sem við erum að reyna hér við Rauðaborðið. Kannski eðlilegt að byrja fyrst að spyrja hérna skiptir podcast máli? Já, ég myndi segja það. Sko, ég myndi segja samt að þetta sé ennþá svona young man's game. Þetta fyrir ungt fólk hlustar held ég mun meira á podcast heldur en aðrir og ég held að þetta sé líka á hvernig svona flótti frá því sko hvernig umræðan þetta tökum bara eftir í að rosalega mikið af fréttímum farið það að fjalla það sem að gera þetta samfélagsmiðlum og fleira því líkt og ég held að sé bara alltaf gott að geta komist bara í svona klukkutíma 1,5 bara frá öllum látunum það hvaða fræga fólk að sofa á hverjum og stungum ungs fólks og vandamálum á ýmislega aðra máta og þannig að kostur við podcast að það á svona lágu tempói já, lágu tempói ég myndi jáfnvel segja að það var á ígrundaðri tempói ég held að sé sko, þú átt engar samræður eins og í Kastljósi á 12 mínútum það er ekkert málefni ígrundað með 4 manneskjum í silfrinu þar sem allir að segja hvað það sé mikilvægt að við sem eiga ákveðna samræður í einhverjar 4 mínútur og svo farið á næsta viðmælanda til þess að ræða það hvað það sé mikilvægt að við eigum einhverjar samræður enga samræður eiga sér stað og það það sem ég held að sé svona jákvætt við podcast bara þetta ákveðin vettvangur til þess að reyna að ná einhverju svona stillingu í umræðu og þá sérstaklega með tillit til sko pólitískar hlaðvarpa þó svo að ég við kannski tökum okkur aðeins á hátíðlega það hvað sem mikil eftirspurnin út af því að langflest hlaðvörp fjalla eitthvað allt annað en pólitík. Já. En þetta svona slow media sko, eins og slow food hreyfingin og allt þetta, þá hefur talað að hlaðvörpin séu í fjölmiðlageiranum eru þau slow media afurð. Svo bara spurning hvort umræðu hefðin sé að breytast sko, þú nefndir sko þættina eins og Silfrið og fleiri og vantilega maður segja saman morgunútvarpið og bítið þar sem að einhverju 2-3 aðalega takast á eitthvað mál í ákveðna mínútur kannski 10-15 mínútur sem verður auðvitað ekki leyst þar ég ætla ekki að setja mig á þann háan hesta að segja að þessi þættir séu úreltir en svo það kannski eftirspurn eftir þá einhverju ítarlegri umræðu annarkvæmt hægra eða vinstri eða hvernig það sko, það sem að málur kannski rædda eins betur og meira og lengur En að því þetta svona lágt tempó á þessu þá maður oftar þannig að fólk sé að tala við fólk sem eru meira og minna saman í podcasti Já, ég meina það ekki mörg svona ekki hörkulegt debatt kannski að því að það lágt tempó Nei, en náttúrulega líka sko eins og Gísli Freyr nefnir þá þessum þáttum þá oft bara 2 hagsmunaaðilar fengnir til þess að færa rök fyrir sínu máli og það svo í bítinu og sítiðis og silfrinu og því öllu Já, og svo þetta líka sko svolítið einkennilegt format að mínu mati þar sem að, og ég held að þetta sé ekki jafn mikið í Bretlandi og Bandaríkjunum þar sem að sko viðmælendur alltaf að tala í gegnum sko þáttastjórnandan sáum þetta núna síðast þegar Þórbjörg var að tala við Arnar Þór í silfrinu að þá var hún alltaf að tala Arnar Þór í 3. persónu en hann var á staðnum og ég var alltaf að velta fyrir mér af hverju veltur ekki upp spurningunni með vísan til hans skilur þú ert að segja þetta, ég ekki sammála því út af X og Y en hún segir, ég skil ekki af hverju Arnar Þór svona mikið á móti EES út af því að þetta breytir og fór henni yfir þá umræðu og þetta svona einkennilegt og ópersónlegt viðmót sem ég held að sko ef við hugsum bara til svona ákveðna hvatastýringar það hvernig þú færð eftirspurn í hlaðvörpum og ég ætla ekki að setja mig að háan hest í því en ég held samt að hvatinn
sko, hvað fólks til þess að hlusta á efni sé að sé á einhverjum svona persónulegri nótum þar sem að sko, viðmælendur sé ekki að tala til annara viðmælenda í þriðju persónu við þáttastjórnanda. En þetta með að vera sko að fá ólík sjónarmið fram eða tala við þá velja gesti sem eru þá ósammála þér eitthvað ákveðið. Ég held að þetta eftir að koma svolítið þegar að því rauninni sko hlaðvarpsframleiðslu í Íslandi náttúrulega bara hobbyismi ennþá. Svona meira og minna. Það ekki margir sem hafa lifað því að hafa þeir mikla tekjur og eru þar leiðandi ekki með sko framleiðendur og fleira. Þú tekur bara Joe Rogan sem dæmi sem svona þekkt nafn í þessum hlaðvarpsheimi. Þá er hann með sinn þátt, en hann kannski með líka þá x-marka framleiðendur með sér sem eru þá með honum spurningar og svo framvegis. Hjálpa honum þá að taka umræðu við einhvern eitthvað. Þú minna, og maður sér Joe Rogan rökraða við lækna og vísindamenn og lögfræðinga alls konar málefni sem að hann kannski engin sérfræðingur í sjálfu sko, en það bara vel undirbúin að hann með svona framleiðslu á baka sig, við getum orðað þannig. Og spyr bara eins og almenningur eins og blaðamenn gerir við litt, þeir eru ekki að spyrja út frá eigin. Bara vel undirbúin og með aðstoð við það. Við sjáum að það eitt af vinsælustu hlaðvarpsmálum í Bretlandi núna til dæmis heitir The Rest is Politics sem með Alistair Campbell sem aðstofað með Tony Blair á sín tíma og Rory Stewart sem þingmaður breska íhaldsflokksins. Þannig að þar eru svona tveir menn á sitt hvorum pólnum að tala pólitík og gera það á mjög svona vingjarlegan máta sko. Þeir eru ekkert inn með hörku debatt sko, en þeir hafa nálgast umræðuefni svona frá ólíku sjónarhorni. Og þetta að slá í gegn í Bretlandi og mælist líka hátt hérna heima á vinsældalistum. Sjá, svipað og var á sínum tíma á Stöð 2 þegar Mörður og Hannes voru að karpa. Hver mann það? Ég man þetta því. Var það góður þáttur? Það er ekki alveg... Sko það var mikið, ef ég man það rétt, það var mikill æsingur þegar það var. Það ekki báðir alltaf samtímis. Kjöftur slóni hvort annan, sko. Já. Þannig að það kannski ykkur gaman. Kannski verður þeir betri í ef það svona lægri tempo eins og í Ég velt þessu fyrir mér að því að við byrjum hérna með rauðaborðið og þá voru náttúrulega fyrst og fremst að tala það sem ekki var annars þar við þá sem ekki voru annars þar en svo eftir því sem þetta stækkar og svona þá er komið svona meiri löngun til þess að hafa fjölbreytilegri viðmælendur og ég hef svolítið verið að reyna að fá fólk í svona debatt og það er komið svolítið óvart að það er eins og að það er svolítið erfitt sko að fá fólk til þess að hitta andstæðinga sína og skiptast á skoðunum. Er það? Ég veit ekki, ég allavega í mínu hlaðvarpi þá reyni ég að fá svona fólk sem Þú veit bara einn í einu sko, ég að tala að fá 2 sem öndurum með í. Já, það samt ekki líka ákveðin svona fítus sem að fylgir því að vera með þáttastjórnanda að þú eigir sko að leggja andstæðingin í staðin fyrir það ef þú ert til dæmis bara einhver ósammála viðmælandanum sem ég mjög oft að þá getið samt átt samræður út af því að það einhvern veginn meira persónulegt og ég veit ekki alveg hvað svarið við því en ég held samt að sko það breyti ákveðinum svona svo ég fá að sletta atmosfíri í umræðum þegar þú ert með þáttastjórnanda og hér eru komnir einstaklingar sem eru alveg ósammála og nota þeir að rífast hvað afstæða sér rétt þá það náttúrulega ekkert líklega til árangur sko, allavega ekki svona þegar við tölum framvindu í stjórnmálum sko. En debatt það ekki alltaf, stundum það bara til þess að reyna á rökin sín og það ekki, ég held að reikni fái með því að hinn skiptur skoðun, ég man ekki menn búin að vera í debatt í höldum saman og það aldrei gerst. En þú sagði sjálfur sko, að þú stofnaði þá vettvang fyrir fólk sem var hvergi annars staðar. Þú veist, ég má spyrja þig, var ekki eftirspurn eftir því þá? Þú lítur að sjá mælingarnar í því að það sé áhuga á þínu þáttum og því sem þú ert að gera og þannig að það greinlega fólk að úti sem vill hlusta á fólki sem fekk ekki boði hefðbundum vera. Og líka þetta að vera með svona maður er bara hlusta á viðmælandan og hann kemur bara sínu fram og þetta er svona hægt og rólegt og sjálfum sér notalegt eins og til dæmis átti ekki við Kastljós á Blómatíma Sigmars og Helga Seljans þar sem að þeir voru svolítið að gjamma á viðmælandum þannig að podcastið er öðruvísi það er eins og þú segir, það er svona eins og meiri nálega læra tempo, þetta er öðruvísi kultúr en svo náttúrulega eftir því sem að er lengur að þá fara menn kannski að leita að einhverjum, hvar eru svona getum við breytt í aðeins eftir fjölbreytilegra það er það sem ég var að pæla í því ég nefndi þarna þegar fólk vildi ekki koma í debatt ég pröfaði til dæmis það sem eru fylgjandi skórækt og þeir sem eru á móti
bræði engan á að tala hvoru annan og við kannast alveg við þetta úr samfélaginu að það erfitt að fá fólk svona sem í sikkori víglínunni það bara kæris ekki að tala við inn. Nei, og það kannski líka tekur bara svolítið mikið á hjá fólki að fara í svoleiðis umræður og það kannski þá til í það fyrir ef ég búið í Kastljós eða eitthvað þar sem það gengur að einhverjum áhörunda fjölda vísum en það er kannski erfitt að laða fólki í þannig umræður í hlaðvarpi sem það kannski viðmældinni viti ekki í rauninni hversu margir að hlusta eða hversu víðtæk áhrif það hefur þannig að þú kannski tilbúin til að leggja það á því að fara í einhvern harðan debatt ef þú veist að það er svona stór massi að hlusta myndi ég ímynda mér þú kannski nennir því ekki í svona hlaðvörpum. En er þetta ekki að breytast rætt? Þegar nú eru hlaðvörp bara orðin stór, við þurfum stór erlendis og verða stærri hér og vekja athygli og þú veist þetta er svona Joe Rogan, svo ég minnist á hann aftur hann hefur örugglega ekkert minni áhrif heldur en einhver umræða þáttur á CNN eða CBS eða Fox eða hvað sem það er oft á tíðum. Þetta er einmitt ég ekki daglega en oft á tíðum þá er það þannig. Ég held að það sé hárrétt og líka að maður tekur alveg eftir því ég hef fengið mann sem heitir Konstantin Kissin sem ég spjallaði svo við eftir hlaðvarpi, þeir eru svona frekar stórir í Bretlandi og hann var svona náð miklum árangri og þá var hann einmitt að tala um það að bara svona menningarlega þá eru podcast að breyta miklu meira heldur en til dæmis eins og hér á landi ég held að eins og Gísli Freyr var að segja áðan bara við eigum kannski miklu meira inni hvað þetta varðar það að hlaðvörp verði stærri hlutfall af umræðuvettvangnum og ég held persónulega kannski ekki bestu til að segja til það en ég held að það geti verið jákvæð þróun út af því að það er einkennilegt að markaður hugmynda sé það illa stattur að fólk sem ósammála geti ekki einu sinni átt samræður og vilji ekki eiga samræður og sé ekki einu sinni tilbúin til að takast á. Ég meina maður tekur alltaf eftir í stjórnmálamenn eru í miklu meira mæli að greinilega heimta það að mæta einir í viðtöl eins og í Silfrið og á fleiri stöðum þar sem að þeir vilja ekki greinilega takast á við andstæðinga og maður tekur eftir því miklu meira mæli að þeir séu miklu frekar að mæta í þessi spjöll og fleira þar sem þeir eru bara með þáttarstjórnanda og ég ætla nú ekki að fullera það en ég gerir ráð fyrir því að þau hafa eitthvað með það að segja að þau hafa verið tilbúin til að koma í þáttinn ef að undir þeim formerkjum að þau varu með þáttarstjórnandi í staðan fyrir að takast á við hugmyndir sem er kannski mislíkar. En þú ert með eintóm drottningavitul. Já. Það er bara drottningur. Er það? Nei, ég reyni að rósta alla viðmælendur sem ég fæ alveg sama hvar þeir eru í pólitík þú spyrð þannig en það er alltaf einn sem að mætir. Já, það er rétt það er rétt en ég reynir samt að finna bestu rökin gegn þeirra málstað og leggja það undir því. Það er svona hef ég allavega heyrt frá þeim sem að hlusta á mér og mínum áskrifendum að þeir séu ánægðir með það út af þeir sjá það ekki annar staðar segja þeir mér að það sé svona virkilega verið að takast á við grunn hugmyndinar þar sem ég reyni að eins og það heitir hvað er gott orðið við stílmenn á íslensku? Er eitthvað gott orðið? Allavega það sem þú ert að reyna að færa fram bestu rök svona andstæðinga viðkomandi það hvað hann eða hún sé hræðileg manneskja og reyna að bera það við þeim. Þórarinn vísir því svolítið eins og podcast hefur orðið til út af veikleika hvað ég að segja, massametjunar eða þessari sem að verður til í svona broadcasti. Eru þið saman á því? Er hún ekki bara svolítið að breytast svolítið mikið? Svo medjan? Já, það sem kallast mainstream media á ensku það tökum bara eitt dæmi nú geta menn haft til dæmis alls konar skoðanir á Samherja til dæmis og meintum brotum þar í Namibíu og allt þetta. Hvað gerir Samherja þegar þeim finnst á þeim hallað og þeir vilja koma sínum sjónarmiðum framfæri? Þeir framleiða YouTube-myndbönd, búa til sín eigin fjölmiðil í rauninni eða sín eigin sjónvarpsrás eða hvernig sem voru það og koma sín einhverju sjónarmiðum framfæri. 1000 manna sem horfðu og allt þetta. Þetta er, og mæti ekki viðtali á RÚV. Já. Það er, þú veist, hver kemur veikur út af því? Þú veist, er það Samherja eða er það RÚV eða er það fjölmiðlar yfir höfuð eða ég er ekki með svari við því en ég velti þessum punktum upp þannig að það er með eitthvað vettvang til að búa til efni og það er einst þá með hlaðvörp eða YouTube-rásir eða samfélagsmiðla þetta hugtak fjölmiðla og hefðbundna fjölmiðla er það ekki bara svolítið að breytast?
Nú starfum ég sjálfur á Þetta er reyndar- prentbili sko, en þú veist, þetta er bara alltaf breytast. Þetta er enda eitt sem að Þórður Snær hefur sagt einmitt í viðtölunum sko, sem ég hef tekið við hann að hann telur að svona hagsmunasamtök og lobbyistar í Borgartúni séu, ég held að hann hafi kasta honum undir vagnin, en ég held að hann hafi sagt að það væri krabbamein í íslensku samfélagi sem að þar sem að bara hagsmunaöfl eru í rauninni eins og þú segir sko að búa til sitt eigið efni sko til þess að koma eigin sjónum og þá sko ertu svolítið að hvað ég var að segja svona forðast það að takast á við fjölmiðla. Ég veit ekki hvort að það sé gott eða vont. Þessi umræðu vettvangur sem að fjölmiðlandi voru, hann er ekki lengur. En hverjum er það að kenna? Það er kannski sko dreifingin eins og þessi umræðu vettvangur var til út af svona hálfgerði einangunarstöðu sem að miðlarnir höfðu út af bara analóg dreifingun og svona og að sömuleyti eru hlaðvörpin afrakstur af því að það brotnar upp að það er allt öðruvísi að vera með efni það sem út að reyna að halda öllum í sófanum að hlusta, 3 ára barninu og nýræðri konunni og öllum þar á milli og þess vegna er kannski allt efni svona stutt þegar þetta brotna svona niður og verður til framleiðsla á allt öðruvísi efni að þá getur fólk valið að hlusta á eitthvað í 3 tíma af því að þau sko sérstakann á því en það efni geta aldrei verið boðlegt sem Kastljós, þú getur ekki haft bara fréttirnar og svo kemur Rógan með 3 tíma. Nei, en þú fengir heldur ekki klukktíma þáttum sósíalisma á RÚV og ég fengi ekki klukktíma þáttum. Nei, það sem að gerist er að þú þegar losnar við meginströmsmiðlana að þá allt í einu er engin takmörk fyrir því hvað getur talað lengi eða mikið eða ítarlega sem að var alltaf svona á ákveðin bæklun á massamedíunni sko. Hún hafði ekki mikla burðargetu. En meginströmsmiðlandi taka hlaðvörpum líka fagnandi sko og eru eiginlega duglegastir allra að framleiða efni fyrir framleiða hlaðvörp. Upphaflega koma hlaðvörpin til söguna sko ekki af því að stóru miðlandi sé ekki að sinna ykkur hlutverki heldur ég bara því að út af tækniþróun sko. Símarnir Apple fer að bjóða upp á í símanum hjá sér að þar er alltaf maður kaupir síma frá þeim og það er bara appið tilbúið, podcast appið. Þá fer fólk svona almenningur einhvern veginn að fatta þetta, kveikja perunni svo verða til svona mikrofónar og ódýr tækni til þess að framleiða sem gerir það að verkum að það fara alltaf fleiri og fleiri að búa til þætti í dag er Spotify farið að sko búa til þannig þjónustu í því sem heitir Anchor sem er svona app eða sem að þeir eiga þeir bjóða þér í rauninni þú getur bara búið til þátti í gegnum símaðinn sko þú þarft í rauninni ekki neitt annað þannig að í grunninn er þetta sko þróun sem verður út af tækniþróun hvort að síðan en svo held ég bara að meginströmsmiðlarnir þeir hafa tekið þetta upp á sína arma og eru að gera mjög góða hluti menn eins og RÚV er alltaf með vinsælustu hlaðvörpin hér, BBC er með vinsæl hlaðvörp í Breitlandi. En það er náttúrulega bara útvarpsþættirnir sem er bara dreift með þessum hætti. Já, en eru samt hlaðvörp að þau eru sett hann upp en en að sjálfsögðu er þetta síðan náttúrulega lýðræðisvæðing fjölmiðla því að það getur hver sem er tekið upp og búið til þætti og tekið þátt í umræðinni og kafað í rauninni dýpra heldur en menn er að gera til dæmis í sjónvarpi og útvarpi í línulegri dagskrá þannig að þetta er svona sambland af þessu það er tækniþróunin og svo kannski einhver eftirspurn sem að þeir eru ekki að sinna þessi stóru miðlar. Ég held að sko þetta sé mjög góður punktur út af því að það er líka búið að vera sko það er ákveðið dagskrárvald sem hefur verið riðlað undanfarin ár sérstaklega með eins og þú talar sko miklu meira aðgengi að því að þú getur keypt mikrofón og í rauninni svona, bara básúna þínum skoðunum fyrir þá sem vilja hlusta og þetta er ákveðin lýðræðisvæðing og það er alveg rétt að sé ákveðið svona vilda vesturs svona þema yfir þessu sérstaklega eins og meira í Breitlandi og Bandaríkjunum þar sem ég held að sko hlutdeild hlaðvarpa sé miklu hærri en þetta er svona mikilvægt sem að þú ert að segja þetta er ákveðin lýðræðisvæðing og það er ákveðin svona andstæða við frelsi vil ég meina sko að það sé allir sem eru ósamála eða setja spurningamerki á einhverjar sko ákvarðanir stjórnvalda eitthvað fleira þvíumlíkt það er upplýsingaóreiða og við sáum þetta mjög mikið í COVID-19 að það var allt upplýsingaóreiða sem að við vildum ekki nákvæmlega skrifa upp á og við vildum kannski ekki láta loka inni og eitthvað fleira þvíumlíkt og þá var það bara orðið upplýsingaóreiða og mér finnst þetta vera svona varhugaverð þróun í sambandi við svona hvert við viljum stefna í þessum efnum og svona frelsi fólks til þess að tjá sig
og frelsi fólks til þess að hlusta að sko, ég kannski trúi því minna að RÚV taki þessu það mikið fagnandi út af því að þau eru alltaf að keyra inn auglýsingar það sem svo mikið upplýsingaóra og við hefum bara treyst upplýsingar frá þeim. Ég held að sé ákveðin lýðræðisvæðing þar sem að fólk getur í rauninni opinbera sína skoðanir og þó svo að það sé svolítið vilt að vestur í dag þá telja hvert fólk getur í valið sko. Það er lýðræði. Eitt náttúrulega að opna gluggan og rópa eitthvað út og það er allir að fá það að tjá sig. En til þess að lýðræði virki vel að það þarf að vera eitthvað svona vettvangur þar sem umræðunar hittast. Það sköffuðu náttúrulega lýðræði í okkar heimsluta byggðist náttúrulega á massamedjunni. Hún var vettvangurinn þar sem að fólk var að deila ólík sjónarmið og var bara að máta sig í þessu og það var svona sameiginlegur vettvangur þar sem höfðu heldur aðganga. Þegar þetta brotnar upp með internetinu og hlaðvörpunum að þá var fólk bara meira og minna að hlusta og horfa á það sem að það var áður sammála og ég held að þetta sé alveg vandamál í Bandaríkjunum að þú veist hvernig ætlar að ná landinu saman því að það er bara fólk að horfa bara býr í sikur landinu sko. Er þetta ekki ákveðin þetta? Rökræður þá og missi kannski af bara heyrir ekkert í hinum sko. Nefnum að þú heyrir bara af hinum að hvað eru vittlausir. Það er alveg faktor í þessu. Ég tek alveg undir það. Þetta líklega gerast einhver leyti og fólk bara velur sér. Ég meina þú hefur náttúrulega ekki endur þessa tíma til að horfa á efnið eða hlusta, þannig að þú velur þér hvað þú vilt hlusta á. Það er eitt sem við erum alveg að gleyma þetta í þessu umræðu að hlaðvörpur ekki bara pólitík og svona, það er líka bara afþreying, fótbolti og glæpir og alls konar sögur og allt þetta sem er auðvitað mjög áhugavert líka. Og örgulega miklu meira sko. Örgulega miklu meira endur pólitík sko. En þetta er kannski alveg rétt, ég meina, þú veist, en hefði þessi þróun ekki gerst átt sér stað hvort sem er? Ég held að bara hlaðvörpin séu hluti af þessu. Já. En þú sér samt hlaðvörp eins og Joe Rogan til dæmis, þó að hann sé umdeildur og allt það, þá er hann samt sko, hann er í grunninn svona liberal, vinstri maður vill hann meina sjálfur sko, og hann fær gesti sem eru sko af alls konar sauðahúsi sem að hafa hinnur þessar skoðanir á málum, samfélagsmálum. Þannig að þú veist, það er langstærsta hlaðvarpið sem er í gangi núna í heiminum. Það er einmitt svona, þú veist, það er alls konar skoðanir sem koma fram sko. Þannig að það er svona markaðstorg hugmynda þar til dæmis. Þannig að ég held einmitt að sko allavega, ég kannski þekki ekki bandaríska markaðin og ég var að nefna þetta í Bretlandi þar sem að voru tveir menn sikkur með víglínunar eða svona hugmyndafræðinar sko sem eru að gera vinsælan þátt. Joe Rogan er vinsæll, hann er ekki einsýnn í stjórnmálum finnst mér sko. Þannig að er það ekki það bara málið? Er það ekki líklegt til vinsælda að vera opinn fyrir hugmyndum og taka debattinn hitt og þetta frekar en ég allavega get ekki nefnt mörg hlaðvörp sem eru mjög svona annarkvort hægri pólitísk eða vinstri pólitísk sem að njóta mikil af vinsælda það sem að mennir einhvern veginn að búa til einhvern bergmannshelli sko. Það getur verið að hlaðvörpin séu þá frekar leið frá svona þessum klofningi, það er náttúrulega ef maður horfir á bara CNN og Fox í Bandaríkjunum þá er þetta sikkur sjónarhorni á Ég hef aldrei hort á Fox en það eru mörg ár síðan ég gati ekki að horta á CNN sko. Út af þessu að þau bara fara yfir á annan vængin. Er það ekki meira bara tveir miðlar í tilvistakreppu sem að í rauninni eru að keyra út á svolítið svona gölnum þeim út af því að þeir virkilega þurfa. Þeir sjá að ég hlustaði á Sam Harris og Fareed Zakaria minni mig 2017 þar sem þeir voru að ræða sem sagt aðkomu CNN að kjöri Trump og þá sagði Fareed Zakaria sko að það þurfti svolítið að horfa á það sko að hér væri milljarðamæringur sem væri mjög frægur að bjóða sér fram sem forseta og í starthólunum segir hann að Mexikanar séu nauðgarar og hann var svona að reyna vernda svona ímynd CNN hana en svo í kjölfarið þá náttúrulega lenda þeir í mjög mikið krísu þar sem þeir sjá bara að neikvæðu fréttinar fá miklu meira athygli heldur en jákvæðu. Steven Pinker fjallar þetta til dæmis, hann segir að það er mjög svona við aðhyllumst neikvæðum upplýsingum út af því að við erum líklegri svona líffræðilega til þess að vilja takast á við neikvæðar hugmyndir og þau þurfum ekki að takast á við jákvæðu hugmyndir og það er ekkert að vera betur bæta okkar líf. En þetta nær svona inn á okkar versta innsæi að horfa svona mikið á neikvætt og maður sér, ég hef alveg hort mikið á CNN og mikið á Fox og maður sér eins og þú segir, þetta eru bara tveir heimar
En hefur þetta ekki alltaf verið svona að maður fer inn í bókasöfnin og það ekkert mikið jákvætt í Shakespeare? Nei, en eins og segja það bara morð og svik og það bara sama. Já, en það er munur á, það er sko stigsmunur og eðlismunur. Þó svo í eðlisinu sé Shakespeare kannski eins og Fox News, að þá stigsmunurinn sá að þú ert alveg að gera fólk stjörnu rugla, sko. Já, fólk var útrás fyrir þessa löngun eða þörf svona einhvern veginn í hlaðvörpum bara með því að hlusta á glæpaseríu, sko, sem er það vinsælasta af öllu einhvern veginn oft á tíðum. Það er ótrúlega margar seríu sem fjalla glæpi. En þið ekki að segja að þetta lága tempó og þessi svona nála sem í samtalinu, það sé eiginlega bara gott að podcasti sé eiginlega mótvægi við þetta ástand sem að þú ert að lýsa til dæmis það sem að vera að gera fólk vittlust á bara einhverjum svona heimsenda upplifun. Já, ég held að eins og Guðmundur var að segja sko, eins og með Joe Rogan sem fæ til sín ólík sjónarmið og fólk af alls konar svona öllum skala stjórnmála og líka bara vísindamenn og lækna eins og ég nefndi á hann og svona, það er þá, já, ég var að segja dýpri umræðu mál, kannski tekur 1-2 tíma eða eitthvað og hvað sem menn eru sammála við komum ekki, þá er fólk ekki bara í leita að einhverju þekkingu og dýpri umræðu einhver málefni heldur en það kannski að færi með að hlusta á kappræða þátt í korter eða 20 mínútur. Það er ekki það sem að fólk kannski er þá að leitast meir eftir. Ég held til dæmis að hann hafi haft mjög mikil áhrif á svona frjálslyndari stefnu í fíkniefnumálum í Bandaríkjunum á stefnu stjórnvalda þar. Joe Rogan, hann svona opnar á þá umræðu alla að menn svona nálgist það allt saman á mildari hátt. Lögleiði kannabis og annað slíkt. Einn maður sem býr þetta til í kringum eigin karakter að hann hafi haft mikil áhrif og hvað við segja, Washington Post á þessum tíma. En þetta ekki líka bara ákveðin út af því hann kemur og virðist koma fram af ákveðinni einlægni? Það held ég það sem fólk svona svolítið að leitast í að sé ekki endilega kannski einhverju svona uppstilt jakkaföt að takast á við einhverjar þykjustunni hagsmuni. Þetta eins og ég á CNN og Fox News, það sem fólk bara einhverjar, þú veist, við erum bara hreinskilin gerfi samræður. En svo það vísa á hann í sambandi við Silfrið og fleira. Já, ég vil meina það. Fólk hefur séð í gegnum svona massamedjuna sem er ankorinn sem situr í predikunarstónum og segir sannlega yður í fréttum með þetta helst, að fólk bara trú ekki þessari sviðsetningu sem sem massamedjun sömuleyti byggð í kringum. Já, ég myndi kannski ekki segja þetta verið gerfi. Það tala fyrir en algilda sannleika. Ég myndi frekar segja sko að eins og með Silfrið þá eru sko hvatarnir þannig að þú kemst klakklaust frá því að rauninni, hvað ég var að segja, stinga höfðinu út með því að segja bara að það sé mikilvægt að við eigum einhverja samræður og fyrir stjórnmálamenn í dag þá rosalega mikilvægt að þeir séu ekki teknir eins og með vinstri mennina að þeir séu ekki teknir að lífa á Twitter og fyrir hægri mennina að þeir séu ekki að greina sjávarútveginn. Þannig að ef þeir sleppa bara við samræður að þá rauninni komast þeir svolítið klakklaust frá því að svona, já, þurfa að takast á við einhverja alvöru hugmyndir og eins og í Íslandi þá finnst mér stjórnmál vera frekar döpur svona innbyrðis það hvernig svona umræður sem að eiga sér stað eins og í þessum umræðuþáttum. Það ekki mikið verið að tala pólitík. Það bara ungmenni að hræðilegt að þau séu að stinga hvort annað og svo bara, já, það mikilvægt að við eigum þessar samræður. Ekki hugmyndir þá? Ekki hugmyndir, ekki stefnur. Það ekkert mjög erfitt einhvern veginn að takast á við svör, segja bara að við þurfum að takast á við þetta, við þurfum að gera eitthvað í þessu, við verðum að fara að eiga samtalið það hvað einhverjum hópum líður illa. Þið talið hugmyndir eða ekki? Jú, við þykjumst gera það alveg. Við þykjumst gera það alveg. Er það upplifur þetta sem svona deglu ykkar hægri manna? Sjóðumál? Já. Að það sé gott fyrir hægrið að eiga svona pott? Já, hægrið og fleiri, því ég veit nú að það eru margir vinstri með sem hlusta og sem er bara frábært. Og ég hlusta stundum og þið ekki samfæri mig. Nei. En mér finnst gott að hlusta meira. Mér finnst fínt að hlusta okkur. Kannski kemur að einhvern tímann, en það var sko... En koma vinstri menni setti á þér? Já, þeir sem ég hef bóðið sko. En ég hef ekki verið nóg dulur að bjóða vinstri mönnum. Ég meina það. En jú, það kannski gera meira því. Ég held að myndi auka vinsældirnar. Ég hugsa það líka. En mér langar að Akkur að segja þetta stundum heyrir maður þetta að fólk sé ekki að tala saman og svona haldið að sé svona eftirspurn eftir því að fá heyra fólk tala saman það alveg samræður ef það líka á einhverjum sko
Ég hefði allan ekki hyggju að fá vinstrimann til að rífast við henni klukkutíma. Ég skal alveg taka samræði við vinstrimann hugmyndir og stafangur svona bara þessu lefinu sem við erum að gera hér núna sko. Ég og þú vorum örugglega seint sammála pólitík en við getum alveg spjalla saman hérna og svona eitthvað. Og það kannski alveg vettvangur til að nýta að einhverju leyti. Við séum sammála það hvernig við tölum saman, þú þurfum ekki að vera sammála skoðunum. Þú vart nú með varaþingmann Sjálfstæðisflokksins daginn. Arnar Þór. Já, akkurat. Það kom mörgum óvart það samtal. Já, það var mjög svona persónulegt samtal og óvinnilegt, óvinnileg pólitísk umræða, eða hún fór náttúrulega langt út fyrir það að vera pólitísk, það var mjög persónuleg. Og það persónulega pólitískt, sögðu rauðsúkunarreglum það? Já. Þannig að en það var svona, það hefur eflaust fengið mikla hlustun, ímyndaði mér, af því að það var nokkuð umtalað. Það sá að fólk svona var að mæla með því á samfélagsmiðlunum og svona, því að þetta var svona óvenjulegt viðtal. Og þar voru því, þarna hægri og vinstrið, það tala saman. Tveir óvenlega menn reyndar. Það er eins og allir eru. Líklega þannig að því ef í podcastinu þú fara að tala lengi í 1,5 tíma það máttu vera helviti skrítin eða þú verður ekki eitthvað óvanilur ef þú opnar þig þannig. En má ég forvitnast að því að við erum talað hérna þjóðmál, ég kíkti bara hérna á vinsældalista iTunes í dag og ég sé að þið eru í 9. sæti yfir hlaðvörp á Íslandi sem er bara mjög gott. Gunnar, þið eru í 149. sæti. En ég er að velta fyrir mig hérna, hvað eru það margir hausar á bakvið svona tölur? Gefið þið það upp? Ég meina maður hefur heyrt á svona vinsæl hlaðvörp séu kannski í kringum, já ég veit ekki hvað ég fara hátt, sko, 11.000 meðaltali, kannski herra 13.000. Ég er bara að velta fyrir sig hvað áhrif pólitísk hlaðvörp hafa. Hvað væri því að Sko ég er bara ekki með nákvæmum tölu það sjálfur, af því að það er þannig að þú minnst á Anchor áðan sko og Spotify, þú getur séð ákveðna tölur þar, iTunes til dæmis gefur ekki upp tölur, nákvæmum tölur sko. Ég myndi giska á að svona meðal hlustun á þætti þjóðmála sé ykkur starf bilinu svona 6, 7, 8.000, kannski 9.000 vinsælli þættir sko, svona eins og komið er. Hvað er þetta að segja þessar tölur? Þannig að þetta er svona, ég teka fram, þetta er gisk sko. En maður hefur heyrt þetta svona með vinsælhæður, það sé svona í kringum, fari milli 10 og 20, skulum segja það bara. Það er það bara talsverð. Það er það sem hafa svona breykað almennilega í hlaðvarpinu. Hvað segir þið? Það er svona hafa breykað. Já. Maður sagði oft í gamla dag í blöðunum sko, annarkvort selur 200 eintök eða þú ferði yfir 5.000. Það er ekki þannig á milli. Af því að annarkvort eru bara frænkunnaðinnar að hlusta á þig og lesa ljóðið þín eða þú breykar og ferð þá út í einhverja dreifingu sko. En svo er það með sem sko veru illa og hvað er þessu margir sem hlusta á það, ég áttum ekki á það, svo er þetta svo ólíka veitur, þetta er iTunes og þetta er Spotify og RÚV-appið og allt þetta sko. Ég hef óskælt tölum frá RÚV á hlustun, ég fæ þær ekki sko, en ég gæti fengið tölum frá Kjarnanum eða semst meðan hann var. Okkur viljið ekki veita þær þessar tölur? Ég veit ekki, ég hefur svo sem ekkert gengið eftir því sko, en ég hef ekki fengið neitt frá þeim. Og Rauðaborðið fættist á Facebook og erum vel ekki podcast í þeim skilningi. Við fórum til þess seint út í podcast og erum svo YouTube og erum mest svona vídeo eitthvað fyrirbrigði. Þannig að Finnur þú fyrir þetta hafi áhrif út í samfélagið? Já, þetta er svona ég hef unnið alls konar miðlum bæði fréttablaðinu sem var dreift í hvert hús þar sem var í sko risastórum sal og svo í sko minni miðlum gefið alveg út í sko pínu lítil blöð, menningablað og eitt vikublað hét Eintak sem var eiginlega svona síðpönkblað á efnastöðnunni og upphaf stafisárana og ég rakst á eitt svona blað daginn og sá svona fílingi sem var í samfélaginu þannig að ég hef verið á svoleiðisblöðum líka ég hef líka skrifað í alþýðublaði og svona sem að ég held að verið bara 300 eintök eða eitthvað en þá gat maður samt haft áhrif á samfélaginu þóttu sett með lítið gjallarhorn það er svolítið öðruvísi og þegar þú komin út í stóra salin að því að salur mótar alltaf það að segja það er ekki endilega skemmtilegasta blaðamennskan að vera með fullan sal sko. Þú sagði einhvern tímann að ætlaði ekki vera upp á sálum fréttablaðsins að blaðið þyrfti þá blaðið væri að bjóða sér heim til fólks og þyrfti þá að vera kurteist og þyrfti að vera kurteist einhver leiti þá ertu bara einhverju andiri þar sem að þú ert heima við fólki og tekur til þess, það er allt annað en að vera bara einhverjum punkklúbb niður í kjallara þar sem að fólk bara kaupir sig inn og þá máttu bara spila allt fyrir þessi músík hvort hefur meiri áhrif, ég bara hef ekki hugmyndu það sko
Þetta sé bara alveg sikkvort, þetta bara sikkvort svona eins og ljóðaformið sko. Má ég velta beinu spurningu út að ég held að þið hafi tölvöld með reynsla fjölmiðlum heldur en ég. Ég aldrei ekki fjölmiðl út að hlaðvarp ekki fjölmiðl, minna það. Akkur ekki. Út af því að þetta bara streymis afurð sem að hver sem getur sett fram. Mér finnst að bara fólk að tala saman við opið glugga. Já, og mér finnst sko fjölmiðl til þess að fjölmiðl þá þarf hann ritstjórn og fjölmiðlanefnd vil náttúrulega koma puttunum í okkur til þess að ég veit ekki til hvers til þess að ritskoða okkur eða hvað sem það en þetta náttúrulega bara fólk sem að tjá svona skoðanir opinberlega og að víðum grundvelli þannig að ég mér finnst alveg fráleitt að kalla fjölmiðla en aftur á móti í sambandi við fjölmiðla sko hafið þið einhver áhyggjur þið sérstaklega sem eru svona fjölmiðlamenn en núna er Sigmundur Ernir Hringbraut og Fréttablaðið fellur en samt einhvern veginn áfram að þetta muni koma til með að svona hvað ég var að segja skerða fjölmiðla á Íslandi nú eru þeir svona margir með við höfðutölu að svona hlaðvörpin og svona hærri hlutdeild þeirra muni koma til með að svona skerða hlut fjölmiðla nú erum við með heimildina sem að er svona já, í starthólunum eftir að koma í ljós hefur þú áhyggjur af þessu? Að hlaðvörp og svona samfélagsmiðlar ef þau eru umtalsvert svona stærri hlutdeild af upplýsingaöflun almennings ég veit ekki ég vil bara segja það það er svo margt sem að spila þarna inn í sko, sem að ég öfund ekki þá sem að reyna að halda úti sko, fjölmiðlum í dag að finna einhvern veginn staðið þeirra og heilluna þeirra ég held að ég held að þú þurfur bara að hafa 3 hausa til þess að hugsa það sko. Já, ég ætla ekki að gera stómar í því sko, ég meina það er þú veist, ég held að trúverleikinn sé alltaf það sem heldur fjölmiðlunum gangandi meira heldur en formið á því hvernig eru settið fram og bara eins og ég tala fyrir minn vinnustað sko, Morgunblaðið, fólk getur haft einhverja skoðanir á ritstjórnarefninu en ég held að megin þóri fólks treysti fréttunum úr blaðinu og netinu þannig að það er það sem heldur lífinu í einhvers konar formi við höfum að sjá bara hversu lengi prentútgáfa aftur að koma út og allt þetta menn er búin að spá dauða prentsins í 20-30 ár þú þekkir það nú en blöðin kom út ennþá sko það er bara lengi að degja en ég formið á fjölmiðlum mun potið breytast og er að breytast og fólk virðist hafa áhuga að hlusta það er eitthvað sem er bæði vegna þess að það er mjög mikið framleitt og svo líka bara fólk virðist gefa sér tími að hlusta kannski frekar að lesa en að þér að tala um upplagstölur og ég var að tala hann að breyka og eitthvað svona það var einhverjum ástöðum daginn að þá kom eitthvað til mín ég held að það verið umfjöllun heimildarinnar snjóflóðið á Súðavík og það kom umfjöllun af einhverjum blöðum sem ég hafði verið með og þá fór ég svona að reyna að bera saman grundvöllin sem að var á þessum blöðum og þá voru svona 20 pluss ára tímabil og hægt að gefa út svona vikublöð í góðu árferði og við seldum lausasölu og vorum áskrift og ég held að kannski á pressuna hafi verið kannski 5.000 áskrifundur og 9.000 í lausasölu og svo sá ég lestratölur í þessu lestratölurna sem voru á pressun á þeim tíma eru þær sömu og eru í mokkanum í dag munurinn á því er það að við vorum með lestur sem var jafn eftir öllum aldurshópum á meðan að sko lesturinn er miklu meiri í eldri hópunum í Morgunblaðinu þannig að lesturinn á Morgunblaðinu í undir 50 er kannski næri ekki því sem að pressan var þá og pressan var þá var algjör jaðarmiðl ég er bara að tala sko hvað þetta eru sko brjálæðislega breytingar sem hafa orðið sko og þeim tíma var Morgunblaðið náttúrulega bara dómkirkja íslenska fjölmiðla eins og RÚV þannig að breytingin er svo stórkostleg sko þannig að ég myndi aldrei þóra spáninu sko hvert þetta gæti farið sko eitt sem var sagt um podcast eins og við mig var að podcast eins og blogg eins og manni geti alltaf voru að blogga en það er eiginlega aðeins síðara því að þú getur ekki bara setið og þrumað út skoðanina þú verður alltaf að bjóða einu gesti sem þú ræðir við þannig að þetta er eiginlega svona síðað blogg Já, það er alveg sumir, ég menna það er maður sem heitir Tim Pool sem er bara, það er mikið á YouTube og það var hann bara með sig í skjánum sko, svona neðar og er að lesa fréttir og túlka þér
og það alveg meira af þessu. Það hérna, hann heitir Pac-Man Show sem hann heldur úti bara hlaðvarp eða sem hann bara einn að tala og það alveg margir þannig sko. Ég reyndar hef ekki heyrt neitt á Íslandi vera með slíka þætti þar sem einhver að tala einn nema þá að sé einhverju upplestur á einhverju efni eða eitthvað þvíumlíkt en það alveg til sko að fólk sé að þruma út sínum eigin skoðunum allavega erlendis. Það alltaf mikil eftirspurn því. Jú, það mikil eftirspurn en svo Pac-Man, já, og Tim Pool líka, hann mjög vinsæll. Það ekkert að, já, ég held að það sé ekki mikið eftirspurn því hér heima. Nei. Málið það bara, í Bandaríkjunum getur bara hver sem gert hvað sem í rauninni sko. Ef þú ert með 10.000 áhorfendur í Bandaríkjunum getur bara haft tekjur að því og lifa sæmilegu lífi sko. Nær því aldrei á Íslandi. En ég sko, var samanverið bloggið. Ég held að sé bara engin eftirspurn eftir því að einhver sé að ælúta sér einhverju vitleysu hverjum degi eða einu sinni. Það var á tímabili. Já, kannski á bloggi, þú veist, en það var einhver að lifa á bloggi. Blogg.is hjá ykkur eða ekki? Það ykkur nokkri ennþá að skrifa þarna. Þetta var svona bara tímabil sem það var. Já, ég bloggaði hann á sínum tíma, mjög langt síðan. Ég bloggaði, ég í vandræði með bloggið mitt í dag, ég veit ekki hvert ég á að fara, það engin svona, engin almennilegu vettvangur fyrir svoleiðis lengur. Maður var áður á DFF.is og hérna, og maður skrifaði pistla þar sem að allavega teljan sagði mér ekkert að maður hefði farið vel yfir 100.000 í lestur. Þannig að þú veist, það var til einhvers að vinna að birta blogg á þessum miðlum. Svo fór ég á Stundina, en svona, þau eru svolítið búin að einhvern veginn íta því út sko. Það er meira svona bara aðsendu pistlar, en það er einmitt kannski eitt að bloggið svolítið í einhverju krísu líka. Er það ekki bara annað dæmi samt að þetta breytist allt saman og við veitum ekki hvert það fer. Smekkurinn bara ólíkur. Kannski það er líklega bara minna lesið í dag heldur en áður. Fólk vill hlusta eða horfa. Það er bara þú er samt kannski bara 5 mínútur að lesa pistil en þú kannski hlustar klukkutíma þátt. Þetta er svona, þetta er lífinu skrítið og spáður í því. Þú getur skrellt kartöflur á meðan þú ert að hlusta á þátt. Já, og bróður saman þátt og keyrt bíl og eitthvað svona sko, þú veist, en hversu oft, þú veist, já, ég meina þú vantilega samt hefur einhvern tímann yfir daginn 5, 10, 15 mínútur til að lesa fréttir eða blogg eða eitthvað svoleiðis eða skoðana pistil eða sem fólk kannski gerir, þú veist, einhver liti, en Er þetta ekki líka, er ekki fólk bara rosalega mikið að skrifa skoðanapistla á Vísi og á fleiri miðla? Er þetta ekki búið að færast yfir að það? Færi dreifingu og getur gert ráð fyrir því, það er reglulega erfitt, það var alltaf erfitt, ég var náttúrulega ekki alveg hann á, þegar bloggið var uppi þá voru svona táningar að setja upp svona hópasíður, þar sem við vorum að setja myndir af okkur fullum, en í dag er þetta náttúrulega bara mikið til vísir þú færð ekkert fólk til þess að fara inn á einhverja bloggsíður og fylgjast með held ég. En svo sér maður líka sko, það er svolítið þróið núna finnst mér á íslensku hlaðvörpum að það er verið að setja upp sko greiðslu veggi á hlaðvörpum, þannig að fólki farið að þora því sko, það var nóg mikið sjálfstraust sem framleiðandi þátt til þess að byggjum greiðslur fyrir þá sko. Þóran gerir það. Þú ert farin að gera það. Gísli gerir það ekki. Nei, mér finnst það svolítið áhugaverð þróun sko. Það var erfitt skref og en ég man sko líka samt sko mér fannst það ekki erfitt út af því ég sá tölunar og það eru mörg hundruð mann sem að hlusta á dag sem að mér finnst bara þokkalegt með við umfang en mér fannst það aðalega erfitt gagnvart viðmælandum. Mér fannst einhvern veginn eins og að væri pínu óþægilegt að vera að fá fólk til þess að koma í 1,5 tíma og ég segja svo við ég ætla að gefa 1,5 tíma. En svo talaði ég við Kristján Kristjánsson sem er með Sprengisand sem mér finnst hann vera undanskilinn þessar umræði sem vorum að ræða mér finnst hann vera með mjög góða fréttaskýringaþætti þætti þjóðmál og hann sagði mig að sko þeir sem að búa til efni þurfa að bera ákveðna virðingu fyrir efninu og þetta er ótrúlega mikil vinna og þetta er eins og maður horfir í kringu sig ég veit að þeir sem eru að horfa sjá þetta ekki en þetta er ótrúlega mikið umstang og vesen sérstaklega þegar þú komið með þetta í mynd og maður þarf svona að bera ákveðna virðingu fyrir sko bæði sko efninu og líka sjálfum sér náttúrulega að eins og segja að hafa þrek og þor í að setja þetta bak við út af því að eins og segja þetta er eins og við allir vitum þetta er mjög mikil vinna og þú veist eins og með allt annað þú veist ef þú fær pípara teginn þá þarf það að greiða honum og mér finnst það bara að vera saman með hlaðvörp að ef að fólk vill hlusta að þá það bara að greiða fyrir það. Gísli, þú getur rukkað en vilt það ekki eftir vegna þess að þú ert í trúboði?
kannski Já. ég sko Þú ert á mission þetta bara ég nefndi þetta held í upphafi að þetta væri svona hobbyismi sko að gefa út hlaðvarp en jú, þetta er hugsjón líka og ég ger þetta hugsjón og Þetta gefur náttúrulega út úr þjóðmálum sem eru bara svona think tank hægri bara, hugsað upp alveg en það er ekkert upp úr þess að hafa ég lifi ekki á þessu, ég þarf að vinna ekki þar á daginn sko. Ég er alltaf að bíða eftir að En hefur hugsað að fara að rökka? Ég hef alveg hugsað út í það, já og það getur vel verið að maður fari einhver þá leið að því að auðvitað, ég er að sammála þetta áver efni sem að svona, fólk á bara virðingu fyrir að þýlitum til að þetta er framleiðsla og þetta kostar peninga og tíma og allt þetta og þegar maður bara með fjölskyldu og börn og svona þá þarf maður réttlega það að maður sé að sinna einhver hobby að trúpa því, það er Mér heyrist þeir, Guðmundur, mér heyrist þeir vera að hlaða upp í það að fara að biðja ríkisstuðning. Loksins fyrir en þá En eru hlustendur tilbúin til þess að borga? Þú upplifir að það er komið svo kúltúr hér að fólk sé til í að henda 1000 kallar mánuði í hlaðvarp. Það er ástæðan fyrir ég hef ekki farið. Ég bara áttum ég áttum mig bara ekki á því sko. Nei, einmitt og ég skal bara líka viðurkenna það sko. Þegar ég byrjaði, við erum með í rúmlega 2 ár. Ég hugsa alveg með mig hversu margir að hlusta á þáttum viðskipt og pólitík. Það hljómar kannski ekki rosa skemmtilegt sko. En svo bara hefur hlustendahópurinn orðið stærri en ég kannski gerir ráð fyrir upphafi og ég vil auðvitað sjá hann verða ennþá stærri. En hvort að fólk borgi fyrir það ekki, ég átta mig bara ekki á því. En maður sér að auglýsendur eru komnir inn í allavega svona þessi vinsælli hlaðvörp, menn eru óhrættir við það að auglýsa orðið, sko. Já, maður verður náttúrulega að hafa eitthvað upp úr þessu ef maður ætlar að vera standi í þessu og eins og við vorum að ræða hérna áður en við byrjum að taka upp að sko bara það að halda þessu úti og hafa sko þrek í það náttúrulega eins og við vorum að ræða langflest hlaðvörp deyja bara í starthólunum menn gefa út 1-2 þátt og svo Já, og það er bara út af því að það tekur mjög mikla elju að halda þessu úti og ég held að Kemur þá ekki bara eitthvað nýr, þú gefst upp og nennir þess ekki, þá kemur eitthvað ferskur og heldur úti sínu í 1 ár og svo hættir hann Já, ég sko hef bara elt Sam Harris með þessu, ég gef út þriðjung og sett þriðjung bak, nei, hérna 2/3 bak við paywall og mér hefur fundist það að vera svona allavega hinga til ákveðin svona snirtilega lausn og já, ég er með Mér heyrist að þið sem við talum að þetta sé bara komið til að vera þetta er bara mikilvægur hlutur í þjóðmálumræðinni Svo lengi sem þetta er ekki ríkistyrt þá er ég ánægður mér langar að það Guðmundur segir að besta podcasti sé búið til á ríkinu Hvað var það? Vinsalasta Já, það vinsalasta, það er alltaf í ljósi söguna það er bara Við erum markasmenn og trúum því að það sem er selst mest er best Það er rétt Já, það er ríkið er best í að selja Já, það er bara þannig Já, það er náttúrulega, hún hefur náttúrulega það fórskot sko, að hún hefur þá þetta að starfi allavega hlutastarfi, ég veit ekki Það er fáið sem hafa farið út í að búa til svona unnin podcast eins og hún Við erum flestir í því að bara að spinna þetta Já, við getum gert þetta svona með mjög auðveldum hætti sko. En hitt er bara algjör undantekning á íslensku markaði að fólk sé að búa til pródúsera það þætti En er hún ekki, þetta er alltaf frábær þættir hjá henni veru, sko, en hún er að búa til útastátt Þetta er útastátt í húsi sem, í fyrirtæki sem fær 7 milljarðar ári sko, þannig að þetta er Hver er munurinn á útastætti og hlaðvarpi undanskildið því hvaða streymisveitu við notum? Já, í þessu tilviki framleiðslu getan og framleiðslu teknin á baka það Þið voru svolítið á þessu að það væri eitthvað í forminu sem hefur kannski það út af dreifileiðinni og að því að það er fólk sem hefur sérstakann á og efninu er að hlusta þess vegna hefur meiri svona burðargetu, getur haft slættina lengri eða dýpri eða annars líkt að það sé eitthvað í forminu sem er ólíkt Því að 3 tíma þáttur Rógan gæti ekki verið þannig á milli harmoníku þáttsins og dánatilkynningan á RÚV það er eitthvað það er öðru, þetta sem ég var að segja áðan með salin, það er ekki almenningur í sannum það er fólk sem að gefa sig við að hafa áhuga á þessu En það er líka út af því að fólk fær núna að ráða eigin dagskrárvaldi af því hvað það er tilbúið til þess að nota sér til afþreyingar eins og með þjóðmálin það er ekki svona þeir sem eru hægra megin og viðskipta þengjandi eru líklegri til þess að hlusta og þeir þá velja það frekar heldur en að horfa á línulega dagskrá og RÚV eða Stöð 2 og það er það sem held ég að sé búið að breytast þetta valfrelsi fólks í því hvers konar afþreyingu það er
sem er náttúrulega alls konar fylgikvilla þess sko. Þetta er náttúrulega bara eins og í sjónvarpsstreyminu, nema í sjónvarpsstreyminu framleiðsla fyrir sjónvarpsstreyminu náttúrulega bara svo miklu flóknari. Þess vegna í rauninni ekki svona litlir framleiðendur þar eins og í hlaðvörpunum sem að verða til að því að þetta er bara svo þægileg framleiðsla sko, auðvelt framleiðsla í grunni þótt að hún sé tímafrek og erfið fyrir svona einstaklinga sko, en þeir geta þá staðið í samkeppninu við stóru miðlana. Ok, hvað hlustið þið á af... Ég ætla að spyrja, erst þú ekki trúboði líka? Jú, ég alltaf bara í trúboði og fer bara hvert sem kemur meira þess að til þín ég hef nú ekki kannski mikla trú að ég myndi ná hlustuðu þínum, en ég fer í útvarpssögu og bítið og til allra sem að bjóða mér, til Frosta og Eru þið trúboðar? Ætlið að fara að viðurkenna það báðir? Þetta svona tóku svona til orða. Já, að sumuleyti þetta rekið eins og trúboðstöð að við erum með efni og þú getur styrt stöðuna, getur gengið í eldfélagi sem rekur þetta og það að sama að þú leggur til penning í þetta til þess að þú fáir þetta efni en jáfnframt til þess að aðri fái það. Ég held að það sé ólíklegt að við förum að selja sko þeim sem hafa efni á að hlusta á rauðaborði, mér finnst það ólíklegt. Voru þið ekki haldið upp á þá daginn að þið voru komin 1 milljón í áskrift? Á mánuði, og er ekki komið eitthvað meira í síðan. Það er mjög sérstætt að það sé valkvætt. Ég meina ég styrki ykkur og ég kaupi mokkan og ég reynir reyndar að styrkja alla sem að reyna að búa til efni og mér finnst það svona í prinsipinu finnst mér það mikilvægt sko. Og ég held að skipti máli ef að ég styrkja eitthvað fjölmiðil, að ég sé jáfnframt að styrkja að aðri geti hlusta á hann. Ég held að hljóta að vera til í einhverjum svo hugsun að það sé mikilvægt. Þess að ég sé ekki bara að kaupa þjónustu sem að ég fæ en ekki aðrir. Íslendingar eru svona alveg einstaklega hrifnir af fríu dóti sko. Það er bara þannig. Þetta er ákveðið þröskuldur sem að þarf að komast yfir, bara að sko, ég til dæmis maður styrkir náttúrulega þessa vefmiðla eða sem sagt greiði fyrir þá þjónustu, en ég á þetta eftir til dæmis að taka skrefið að borga fyrir hlaðvörp. Ég hef ekki ennþá gert það. Það er við þröskuldur. Já, þetta er svolítið svona, já. Það er svona hlustar á þjóðmál en ekki einpæling. Hvað segirðu? Það er svona hlustar á þjóðmál en ekki einpæling. Herðu, en hvað hlustið þið af podcastum? Ég hlusta á þjóðmál, ég hlusta á Lex Fridman, ég hlusta á Sam Harris, svo eru svona nokkrir hagfræði, svona Freakonomics og fleiri því líkt. Já, svo ég reyndar rosalega mikið bara að hlusta á Thomas Sowell og Christopher Hitchens og gamlar upptökur af þeim. Það er staðfestað í trúni. Christopher Hitchens og Thomas Sowell er náttúrulega algjör að undirverið meiði en ég held samt að þeir hafa verið ákveðnir svona prinsipmenn með tillit til frelsis sem ég þykir vera undanhaldi og ég reyna að hlusta svona frjálshyggju podcast og svona, Christopher Hitchens þótt að hans hafa ekki verið mikill frjálshyggju maður. Gísli, hvað hlustar þú á? Já, ég er svona einhver sömu púlja sko, svo hlusta ég reyndar, ég nýti líka podcast í að hlusta á allt annað en pólitík, ég hlusta á alla þætti veru illa til dæmis, ég hlusta á flesta Dr. Fútból þætti og svona efni sko, en síðan Joe Rogan og fleiri. Guðmundur? Ég hlusta á alls konar, ég hlusta á pólitík og ískan hagfræðing hérna, hvað heitir hann, David Williams sem er svona að fjalla bara heimshagkerfið og hérna mjög fróðlegur með mörg Guardian hlaðvörp svo er það íþróttirnar, ég hlusta á Dr. Fútból, það finnst mér bara svona þægileg hlustun, skemmtileg oft á tíðum, það er svona sleið og létta strengi og leið og maður svona heldur ykkur yfirborðskendri þekkingu á fótbolta með því að hlusta á það. En að því við erum að tala um svona pólitík og samfélagsmál, hlustar á Vikulókin, Silfrið, Spengisand, Kastljós? Ég held að það sé, ég fann að halda að það sé eitthvað aldurstengt sko. Og ég sé bara þessir miðlar séu hættir einhvern veginn að koma hana óvart, það er einhvern veginn ekkert sem að kveikir einhvern áhuga sko. það því miður sko. Þannig að það er eftir að koma svona eins og væri svona einhver svona endurreisna bylgja þarna inni, þar sem að þeir myndu svara einhverjum breyttri aðstöðu og breyta þessu inn í Silfrinu og Vikulókunum og þessu. Já, eða kannski bara hvort þetta format sé bara eins og þeir voru að lýsa þessu hérna í upphæðu þess að þáttar sko. Þetta er voða lítið gefandi sko, að hlusta á fólk rífast kannski einhver nokkra mínútur sko. Gísli, þú hlustar á það alls saman, þú þarft að gera það í vinnunni eða hvað? Nei, ég gerði það ekki sko. Og meira þess að þegar ég starfaði sko, sem PR-maður þá hlusta ég ekki á alla þessa þætti sko. Heldur áhrifamættur þeirra sé stórlega ómetin? Já, ég held það.
ef ég eins og Silfrið, Vikulogin og svo þetta ég hef stundum hlusta kannski eftir á, ef ég veit að það var eitthvað sem ég vil heyra ef ég heyri af einhverju debatti eða einhver hafi sagt eitthvað eða gert eitthvað í þáttinu og þá kannski horfi ég að hlusta en svona ég vakna ekki ég sest ekki frá sjónvarpið klukkan 11 og sunnudum til að horfa Silfrið sko. Ég minnst ekki að mínúta öllum þessum þáttum sko. Ég hlusta bókstaflega á alla þess efni og ég hlusta á bæði Fréttastöð 2 og RÚV alltaf þegar ég búinn að þjálfa og svo spóla ég yfir og hlusta á Kastljósi ef það eitthvað spennandi, ég nefnir ekki að hlusta á allt. Finnst þér þetta content nógu svona spennandi til þess að halda þér? Af því að mér finnst einhvern veginn, ég veit spyrja þig, upplifir þið sem svona normal? Nei, það ég ekki. Ég ekki normal og ég gerir mig alveg grein fyrir því en aftur á móti þá finnst mér það ekki alltaf vera áhugavert en mér finnst, ég hef svona brennandi áhuga á stjórnmálum, mér finnst sko leikurinn sem slíkur vera áhugaverðari heldur en kannski endilega kontenti sem ég að horfa á. Það áhugavert að fylgjast með þreytandi að vera að horfa á eitthvað sem eru áhuga á en bara umræða nær aldrei að snerta það sem áhugavert. Mér finnst leikurinn heldur ekki gerður skemmtilegur í þessum þáttum heldur sko. Nei, ég man ekki hver það var sem að fjallaði sko þegar þú varst að tala sko hvenar þeir myndu takast að sko færa sig yfir í þetta plattform til þess að svala eftirspurn sko hvenær myndu raunverulega að sjá. Ég meina, nú vil ég ekki vera leiðilegur en ég er ekki vissum að Egill Helgason myndi kunna það að breyta sko formatinu á því sem að kannski myndi svala meira eftirspurn fólks af því hvernig það vil sko innbyrða upplýsingar. Og ég held að það sé þessi stóri vandi sko ég meina eins og með svona ekki CNN heldur CBS og NPR og fleiri þeir hafa reynt svona mikið að reyna að koma til móts við að svala ákveðna eftirspurn en það einhvern veginn eins og fólk ég veit ekki, kannski það með þessa einlægni eins og með stjórokan að fólk upplifi að það sé manneskja bakvið það sem að, þú veist, það er svo manneskja sem að lesa, það sem að hún að lesa þú finnir þetta sjálfri ég skrifaði þetta, mér finnst þetta og ég ekkert bara viss að svona mass media svona þeim munu koma til með að geta tekið þetta skref og þá kannski eins og ég segja, þá verður kannski þróun svo að hlaðvörp verði stærri hlutdeild af svona stjórnmálumræði og þá kannski líka svona í, hvað ég að segja, því námyndu við kosningar að hlaðvörp verði kannski eitthvað sem að stjórnmálamenn fara frekar í til þess að svona keyra og tritt PR. Ég ger mér ekki alveg grein fyrir því en þetta er svona mín tilfinning allavega. Þú hefur nú sett út á gestaval í þess að þetta til dæmis. Þú sagði hjá mér að meðalina væri 1,7 miljón og þeir töluðu aldrei við. Þú ert að vitna í Silfrið og svona, ég stundum. Ég er að tala um Silfrið. Það var ekki á mér, þú myndir aldrei segja það við mig. Ég bendi til þess að það er alltaf verið að tala um leigjendur og það er aldrei talað við leigjenda og það er aldrei fátökum aður og mér finnst það svolítið eina sko. En þegar þú setur út á valið þá lítur að meta þættina sem þannig að þeir hafi áhrif eða hvað, þetta sé Nei, ég veit það ekki. Ég held ekki. Það kemur frá mér því ég er sjálfur líka gagnrýnd sko, hvernig... Ég held að gagnrýni sé bara það sem að mann læriði til dæmis að kvennarhreyfingunni að bara benda á þetta og svo þarf kannski að benda á þetta í 10 ár áður en að okkur vagnar. Það þurft að benda á það við erum náttúrulega allt kallar hérna. Það er nú að því að það er svona frekar kallasport að vera með podcast um pólitík og samfélagsmál. Þessari tegund. Á hverju gagnrýnir þú gestaval Silfriðsins? Tímariti þjóðmála taldi ég bara heilan vetur fólk sem flokkaði til vinstri eða hægri og niðurstaðan var svo að það var mun fleiri vinstrimönnum boði í Silfrið heldur en hægri mönnum. Það er náttúrulega hans mælikvarði sko, ég geti búið til sama lista að línan í honum hver liggur skilin á milli hægri og vinstri er ansi nálægt. Það voru einhvers sem sendu mér línur og voru mjög ósáttir við það að flokkaðir sem miðjumenni og hvað það vinstrimenn sko. En er það sem ekki með margt að þessu? Við vorum að tala um að flest podcast sem eru vinsæl eru svona menningarlegs eðlis og að tala um íþróttir eða eitthvað allt annað en stjórnmál eins og ég held að til dæmis að þeir sem hafa áhuga á því að horfa á þess að þætti sem við erum að nefna og podcastin þessi mál, ég held að þetta sé svona 10.000 manna hópur og það byggir bara á sko, rannsóknum á áhorfi á Silfrið og Vikulogin og en eru þættir eins og Vikan og þá er ég ekki að tala um í hvert skipti sem að horfa þetta er hópurinn sem er líklegur til þess að sko horfir á eitthvað fyrir slísni en ef að þið eru að róa inn á þessi mið þá er þetta þjóðin ykkar, hún er 10.000
kannski en ég veldi mér með eins og Vikan hann hlýtur að fá rosalega tölu, hann samt að keyra á sömu, hvað var það 30 manneskjónum viku eftir viku, allan ásins og landa aftur í tíma. Þannig eru allar sápur, það er ekki marga persónur. Nei, það er ekki marga persónur. Þetta það er Já, en er það markátakandi? Er það ekki bara því að það er kveikt á sjónvarpinu, fólk borðar mat á föstum? Já, það satt í mig sem allt selst í sjónvarpinu. Slekkur ekkert á sjónvarpinu nema bara að þú farir út úr húsinu? Hann var ekki að setja Joe Rogan í föstaslóði að sjá hvort það er regla hérna við rauðaborðið að þeir eitthvað nefnir vikuna með Gísla Martin þá slöfu þessu. Erum við kæra þakki fyrir að koma hingað Þórarinn, Gísli og Guðmundur. Við erum ekki hægt hérna við rauðaborðið, nú ætlum við að fara að ég held ég sé að fara að ringja til Sviss að tala við Óla Margeirsson sem heldur í fram að bankarnir íti undir verðbólguna með of mikið lánum og lánum á vitlausa staði eftir augnablik.